Á þessu námskeiði biðjum við þig að gera áætlun sem styður hegðun þína varðandi verndun barna og hvernig þú vilt að börn fái að alast upp í heilbrigðu og öruggu umhverfi. Það sem við til dæmis höfum gert síðastliðin ár, að við höfum alltaf fengið blátt áfram í 8. bekk. Það sem að nemendum í rauninni bara gerð grein fyrir því að ef að eitthvað gerist, þá alltaf leið út úr því. Þú getur alltaf treyst einhverjum til þess að fara með málið þitt áfram. Og bara það að krakkarnir kunni sín mörk, hvað eðlilegt og hvað ekki eðlilegt. Og það sé ekki eitthvað eðlilegt að einhver komi alltaf við þig á einhverjum ákveðnum stöðum. Og þau eru kannski búin að lifa með því í öll þessi ár. Það sem við erum að gera, við erum að reyna að koma þessu inn í svona almenna fræðslu hjá okkur, af því við getum ekki treyst í að þessi fræðsla fari fram heima. Foreldrar kannski bara ekkert í stakk búnir til þess að ræða þetta og vita ekki hvernig að gera þetta. Það sem að sló mig mjög var að partur af því sem við fórum í gegnum var tölfræðin og þeim tíma var ég að vinna í einum af stærstu grunnskólum landsins og var búin að gera það í nokkur ár og ég gat talið á fingrum annarra handar þau tilvik þar sem við höfum tilkynnt grunnsemdir vegna kynferðisofbeldis sem var í engum takti við tölfræðina. Þannig að það sem ég satt uppi með að lokna þessu námskeiði var bara hvar eru þessi börn í mínum skóla og hversna eru þau ekki að leita til okkar með þessa hluti. Okkur fannst mjög mikilvægt kjölfarið að reyna að auka mjög meðvitund okkar starfsmanna varðandi þessa hluti. Þegar hann byrjar þá það heima hjá ömmu minni og þá var það bara svona ég myndi segja sem ég myndi kalla saklaust í dag, svona að koma við bossan og svona þú veist þegar maður var orðin svo vanur þessu að þá fannst mann þetta orðin sem daglegu hluta af lífinu. En ég held í kringum 7 að þá hafi byrjað fyrir alvöru svona 7-8 svona káfið. Við höfum alltaf val hvað við gerum ef við fáum upplýsingar nemenda í hættu og þetta svo óþægileg mál og erfið að sumum finnst kannski mjög auðvelt bara að stinga þau undir stól og gera ekkert í málinu. Við tökum af skarið til að vernda börn, ekki bara vegna þess að okkur þykir vænt þau persónulega, heldur vegna þess að heildarhagsmunir þeirra eru í húfi. Ég myndi vilja sjá að allir sem vinna með börnum og unglingum, bæði í skólum, tómstundum, öllu þessu, fari á námskeið sem verndara barna. Bara til þess að þekkja betur vísbendingarnar og þekkja verkferlana og líka að fólk viti hvernig þessi mál eru unnin, þá held ég að maður sé rólegri yfir því að bregðast við þegar maður þarf þess. Af því að þetta vel unnið og við getum treyst á kerfið okkar. Þess vegna held ég að maður sé miklu tilbúnari til þess að setja hlutina í réttan farveg ef maður veit hvað maður að fara að gera.